þegar ég er 41 árs að þá greinist ég með mjög illvígt krabbamein í ristli sem var komið niður í endaþarm og út í legháls og eitla í kviðarholi. Ristillinn var fjarlægður á stórum hluta, endaþarmur, legháls og í þeirri aðgerð var settur upp lyfjabrunnur einnig fyrir komandi lyfjameðferðir og stóma. Og svo bara tekur við mikil endurhæfing og uppbygging og læra bara að lifa einhvern veginn nýju lífi því maður fer aldrei tilbaka á sama stað og fyrir veikindi. Það er bara, ég er búin að læra það og sætta mig við það. Það var alveg erfitt. Það eru bara mikla takmarkanir sem að verða eftir svona mikil veikindi þó að sjást ekki endilega utan um manni. Það var bara einfaldlega ekki verið að hugsa út í að hann ætti erfitt. Þetta var bara fókusinn var á mér. Bara öll hans orka og rúmlega það fór bara í að halda haus og halda heimilinu gangandi og keyra mig í og úr lyfjameðferðum og sinna stelpunum okkar. Og það hefði verið honum bara ómetanlegt að hitta einhvern og fá að spjalla við einhvern svona bara hlutlausan aðila. Eldri stelpa mín er nú að verða 29 ára og yngri 25 ára í dag og þær tala oft um það hvað þessi reynsla hafi mótað þær ótrúlega mikið. Þær urðu að verða fullorðna bara á einni nóttu. Allt í einu var bara mamma tekin af heimilinu og þær tóku bara við hlutverkinu sínu að bara sjá nestið og halda utan skólamálin að því að pabbi var bara eins og rútubílstjóri á milli spítala og heimilis og það var einhvern veginn enginn að pæla endilega í þessum hlutum eða spá í þetta að þarna væru 2 ungar stelpur á bara viðkvæmum aldri sem að horfa upp á mömmu sína að vera bara fárveika. Eftir á að hyggja þá hefði ég alveg viljað að þær hefðu fengið einhvern stuðning á þessum tíma. Við erum bara ofta að þvælast ein heima með alls konar hugsanir og pælingar og oft lokum okkur bara af. Erfiðast er að taka upp tólið og hringja og ef að manni finnst það vera erfitt, að ég þekki það alveg, bara þessi litla hreyfing að taka upp tólið og hringja og biðja hjálp, hún er rosalega erfitt. Fáðu þá bara maka þinn eða ástvin eða bara systkini til þess að taka upp tólið og gera þetta fyrir þig. Vegna þess að þetta er svo ótrúlega mikil hjálp í þessari baráttu og við þurfum bara öll trompin okkar. Og ekki bara hjá þeim sem að berjast, heldur líka bara allri fjölskyldunni. Og þetta er svo mikilvægur hlekkur í þessu bataferli. Að heyra og sjá bara hvert aðrir sem eru komnir sem voru bara einhvern veginn í holunni sem maður var sjálfur í, að þeir eru actually bara komnir upp og þeir eru bara að gera eitthvað annað og skemmtilegt og nýtt líf framundan. Halda allir við séu svo góðum og réttum stað, séu með öll réttu spilin, geta gert þetta og klárað þetta sjálfur, en það er bara ekki þannig. Vegna þess að það lenda allir einhvern veginn á sama vegnum að þú ert með frábæra lækna og heilbrigðisstarfsfólk, en það er bara eitthvað x mikið sem þú getur spurt það fólk úti, því það bara þekkir ekki og veit ekki hvernig það er að lenda á þessum vegg, hvernig það er að upplifa allt þetta flæði af tilfinningum og það er allir svo þakkláttir loksins þegar ég hitt einhvern sem hefur svipaða sögu, svipaða reynslu, svipuðum aldri og geta spurt alls konar skrítinna spurninga og þú ert ekki dæmdur út fyrir það. Það fara bara alls konar hugsanir í gegnum hugan. Þú þarf að spáði hvað þú bara lifir næstu lífi að gefa af eða klára í árið eða verður þetta bara alltaf svona, verður bara stóma mitt alltaf til vesinn eða. En þarna hittur þú bara einhvern einstakling sem að getur gefið þér alls konar svör og það eru allir ótrúlega þakkláttir. Og margir eiginlega furða sig á því að hafa ekki leitað fyrr til stuðningsnetsins. Og stundum er ég þakklátt fyrir að hafa kynnst þessu, að fara í gegnum veikindin og fara í gegnum þessa baráttu og kynnst öllu þessu dásamlega fólki sem maður kynnist hér í stuðningsnetinu. Vegna þess að ég held að í lok dags að þá gerir þetta manni alltaf betri manneskju. Og mér þykir eiginlega bara ekkert eins gott í lífinu eins og geta bara verið til staðar fyrir aðra í dag. Mér
þykir ótrúlega vænt um.